Verið velkomin í Mótorhaus. Í þessu þætti ætlum við að fara á torfar á Akureyri og horfa á Kristján Skjóldal keyra dragster í sandspyrnu á Sauðárkróki. Greifatorfaran fór fram helgin 8. og 9. ágúst á vegum Bílaklúbbs Akureyrar í Malagrúsum á Glerárdal ofan Akureyrar. Það voru 19 tæki skráð til leiks í 3 flokkum. Götubílaflokk, sérútbúnum götubílum og sérútbúnum bílum. 5. og 7. september verður haldin torfæra í Noregi, nánar tiltekið í Skien sem norðaustur af Oslo. Að sjálfsögðu ætlum við í Mótorhaus að skella okkur með og sýna ykkur frá þeirri ferð 16. september. Í þessa keppni eru 12 íslenskir keppendur skráðir og áttu þeir að setja bílan í gáma aðeins 2 vikum setna. Samkvæmt því hefði maður haldið að keppendur var ekkert að taka hann inn að sjensa. En það virðist vera að þegar þessi Mótorhaus að setja á sig hjálmana, þá sleppi fjandinn laus. Á laugardeginu var sigurvegarinn í götubílaflokki, Ívar Guðmundsson á Kölska. Í sérútbúnum götubílum var það Bjarki Reynisson á Dýrinu og í sérútbúnum bílum var það Guðlaugur S. Helgason á Galdragul. Á sunnudeginu sigraði í götubílaflokki Ívar Guðmundsson á Kölska, í sérútbúnum götubílum Bjarki Reynisson á Dýrinu og í sérútbúnum bílum var það Magnús Sigurðsson á Kubbnum. Þetta svo létt maður, þetta skauta bara eitthvað.
Auðvitað. Þetta var glæsilegt. Gjörsamlega planaði algjörlega við þetta. Og svo var Patrekur. Það er svoleiðis. Það hendir nú! Það hendir nú! Það er svoleiðis! Oj! Hann endar stingur! Hvernig gekk svona með bílinn og það allt saman? Bara alltaf betur og betur. Við erum alltaf að læra betur og betur á bílinn og betur að komast inn í hvernig á að keyra þetta. Það er svona tvísar lagðist aðeins á kviðinn, bara svona ökumannsmistök, en þegar við erum búin að ná því úr ökumennunum þá verðum við erfiðir. Segðu mér aðeins frá þessu bíl, hann er eitthvað sérstakur eða ekki? Nei, það eru hinir sem eru sérstakir. Svona á þetta að vera. Hvernig er hann? Já, hann er eiginlega öfugt við alla hina bílana. Það liggur við allt sem hinir gera, það gerir ég akkurat öfugt. Það er alveg 180 gráður. Vélin er í miðjunni og þyngdardreifingin er mjög góð og hann er nú mjög líkur kóldrengnum í þyngd samt og svo er náttúrulega fjærasættaravél með túrbínu. Mínu viti er nóg að vera með 600 hestöfl í þessu og við erum náttúrulega, þessi vél er 190 hestöfl, svo erum við að blása eitthvað inn á þetta, þannig að það virðist allan að skílunum í brekkunum. Hvernig voru brautirnar? Voru svaka góðar, mjög krefjandi og ég myndi segja nokkuð flóknar og maður þurfti eiginlega að leggja bara allt undir í hverri braut til þess að skora sko, og þetta var mjög jáft. Bílarnir það var ótrúlega gaman að því, þetta var tæft allan tíma. Það voru eitthvað bílan í höfður á það? Jú, brutum kross í dag og hann var að drapa á sig tvisar. Það kostaði okkur aðeins, en það er líklega farin í honum throttle-body skynjari. Þetta er náttúrulega með innspýtingu en þetta hefur aldrei svikið okkur fyrr. Þetta er fyrsta skipti sem við lendum í vesinni með svona. Hvað er framhaldið á þér? Er eitthvað keppni á næstunni? Við erum að fara til Noregs og annarkvort ég eða Guðni kemur til með að keyra í Noregi. Og þetta er nú svo þægilegu bíl að keyra, það getur hver sem er keyrt þennan bíl. Þetta er náttúrulega bara fjærasildra. Gekk vel í dag? Já, þannig að bílinn var að ganga miklu betur heldur en gær þannig að það var bara fínt. Einu sinni sem ég fekk ekki ráðið brautina þá tók hann veldara með svo er þetta allt. Einhverja bilanir í bílnum? Jó, rifnaði liðhús í gær en það var bara tekið rólega síðustu brautina og skiptum í gærkvöldi þannig að það var að keyra á gömlu bensinni það var bara sett nýtt á í morgun og sett nýtt kerti líka og það var bara allt annað. Brautirnar, varstu ánægður með þær? Það var alveg klikk að grípa í þessu og við þurftum ekki að nota helmingjara sem nýtur að segja með en það var bara gaman. Hvaða braut stóð upp úr hjá þér? Það lítur að það eru 15 braut í dag, eini sem fóru upp ég held að það ekki gerst síðan í byrjaði. Það eru eini sem fóru upp. Hvernig standa stigin í Íslandsmótinu? Ertu ofalega í Íslandsmótinu? Langastur.
Hérna erum við komin í skúrin hjá honum Kristjáni Skjóldal. En við ætlum að fylgja honum á Sandspytunum næstu helgi á Króknum og sjá hvað hann er að gera í skúrnum. Kristján, segð okkur aðeins, hvað er þetta að gera? Ekki neitt lengur, ég er búinn að skrúa allt. Það er bara að vera allt klárt. En ég bíð bara. Hefurðu keppt á Króknum áður? Já. Hvernig gekk síðast? Síðast fór ég fram fyrir mig á 160, sagði lögreglubíllinn. Já, þú voru ekki tjóna bílinn eitt þá? Jú, það var bara steik. Við lögum hann bara aftur og mættum strax í næstu keppni. Hvað er þetta sem eru festöfn cirka? Ég veit það ekki. Vélinn er örugglega einhver 900.000 hestar. Það var eftir gasið. Þetta er nú ekki svona hefðbundin uppröðun og fjöldi á alls konar búnaði hérna? Hvað er það að tala um? Þetta meina nitródótið. Þetta er það svo kallað Folgar-kit sko. Það fyrir nitróið bara beint inn á sókrind. Venjulegast er þetta í blötum sem að liggja undir blöndugnum. Þarna fer þetta beint inn. Þannig að þetta er bara nær hettinu. Og á að vera betra. Og er það. Hvað mörg kartöflur? Sikko eða það er 2 sett af nýjónum, það geta ekki 600 hvort. Og hvernig stoppar þetta tækið? Það er ekkert búinn, bara stígur á bremsuna. Undirbúningu fyrir svona keppni, hvað ertu að gera? Þú veist, þarftu ekki að hafa eitthvað með þér og hvað gerir þú? Jú, undirbúningur er náttúrulega greiðum, maður er náttúrulega meira að minna alltaf á milli keppna og bara allt árið að skrúa eitthvað og dúlla og reyna að finna eitthvað, leita meiri hestöflum og snurfisa þetta til. Svo þarftu bara að hafa með helling af bensíni og nitro, helling og verkfæri og góða aðstofnum, það er náttúrulega nummer 1 og 3. Hvað er svona, nú þykist ég vita það hérna, þú ert nú ekki að byrja í þessu í gær. Hvað er svona eftirminnilegast sem þú hefur lent í? Og bara, ekki endilega þessu, bara niður höfuð. Það sé ekki á þessum, það eiga marga fröðulega móment á honum sko. Einu sinni brotnaði hann í sundur í miðjunni á kartbílabreytinu, 160 mílum. Já. Það var svolítið skrautlega svona. Maður var svona inn í þess að reyna að halda að hann að komast í markið, eða nei, hérna að stoppa. Og leita svona út af vandingunum. Svo beygja og reyna að beygja upp á. Þá fer allt í frammyndin upp á og ég er svona eiginlega eftir. Svo dregst hann upp á og það er náttúrulega dregst allt niður undir hún, þannig að maður sé fyrir sig svona skiptingin sé bara klárast. Já. Það var heldur gaman sko, svona eftir á meðan stóð. Það er eitt af svo náttúrulega eins og framfyrir mann á Króknum og svona öll þessi action er skemmtilegast. Best að maður í Sandspytunum, það er á ásturtum bíl, það er fá að slóst aðeins við það. Ef þetta er síðan bara kraftlust, hvað er það þá ekki? Þannig að bara heim og tjúnar meira eða þá gerir það á staðinu. Jæja Stjáni, hvað segirðu? Er allt í skrúfunni eða? Allt í skrúfunni sko. Hvað ertu að brasa? Það er bara svona að vera að undirbúa, lofttæma og nitro og gera klart. Og lofa góðu? Já, það kemur samt alltaf eitthvað svona smá í ljós, byrja að leka þarna einhver leiðslá og svona. Ok. Ertu búinn að skoða brautina eitthvað? Nei, er hún ekki bara bein? Þeir segja það var kallandi. Jæja, Daniel Ingimundarson, fyrrum torfærukappi, hvað segirðu? Ég sé mjög gott. Ekki? Jú. Komin í Sandspyrnu, er þetta alveg nýtt eða? Nei, ég var í þessu fyrra. Íslandsmeistari fyrra í mínum flokk, þetta er 3 Íslandsmet. Nú. Og hvernig er bílinn séu þetta? Þetta er bara Chevrolet Monza 76 sem ég keypti fyrir 2 árum. Hún er með 355 sem ég tók úr torfærubílum, mótor. Hún er að skila mjög góðu sko. Hvernig, þú er ekki bara að keypta Sandspyrnu það? Nei, í kvartmílu og göturspyrnu, King of the Street. Og átti besta tíma minn í kvartmílu daginn, 10, 2, 4 og 134 mílum. Alright. Ertu búinn að tjúna eitthvað meira í sumar? Nei, við fórum bara yfir mótorum núna, opnuðum hann. Við ætlum búin að keppa einhverja 13 keppnir á honum á síðasta ári með þessum í sumar og það sá ekki neitt á neinu. Það var bara nýjir hringir og nýja legur og skrúa saman aftur, svo bara sjá hvað gerist. Hver er þinn helsti keppinautur í dag? Það er Bjarnþór, þetta er við hliðina á okkur. Það sé þetta? Já. Hvað er að liturinn svo trættu við eða hvað er málið? Nei, ég er ekki trættu við hann. Já, þetta er bara
það er bara að sjá hver er fljótur á ljósum og hver er að snúa meira. Við erum alveg stekkjum og hann er með aðeins stærri mótor. Hann er með 383 held ég að sé rétt hjá mér. Og hann vann með eina keppni í fyrra. En ég vann hann seinni keppnina. Hann mætti bara 2, ég mætti 3. Já. Hvað ert þú með mikið nýtrú? Ég er alveg góður sko. Ég sé rétt 200-250 held ég að sé. Ég fer ekkert stærra sko. Hvaða tíma stefnir á? Ég ætla að slá 5.13, það er metið mitt. Ég veit ekki hvort ég nái hérna, það er svakalega blautur sandur, þungur. Grétar, hvað ætlar að gera í dag? Já, ég ætla að reyna að vinna. Það ekki? Jú. Þú hefur keppt áður í sandspyrnu, það ekki? Jú, mörg ár. Íslandsmeistari síðustu 3 ár. Á hvaða bíl ertu? Já, þetta er dragster, smíðar í Svíþjóð, sem að ég hef síðan sett í 358 kubika competition mótor, keppnismótor, sem var eiginlega hannaður af Jenkins, sem er svona legend í Bandaríkjunum. Okay. Og ég er ekki að nota nitro og gas en sný mikið á móti. Okay. Hvað ert að snúa mótornum cirka? Ég fer svona 10.000. 10.000? Já. Svona ef mikið liggur við, annars reyni ég að hlífa honum. Hvað er svona bíl? Nú er hann miklu lengri heldur en allir aðrir bílar hérna. Hvað er hann þungur cirka? Hann er sem sagt 1730 pund með mér borð. Ég man ekki metrum, það er 5 metrar eitthvað svolítið á milli hjóla. Hvað er þetta skila þér í hestöflum cirka? Það er 1000 hestöfl. Og færðu öll þessi hestöfl þá með snúningnum eða hvaðan koma þau eiginlega? Já, ég fæði með snúningnum og útfærsluna á mótornum bara, hann er eiginlega að þjappa inn á sig sjálfur. Með svona rama-effekt, það er hraðin loftinu, það kemur yfirþrýstingur inn í mótorinn sko. Hann þjappar svona, þetta er sérstök tækni, við notaði prófstokk líka úti. Ertu búinn að skoða brautina eitthvað? Hvernig líst þér á hana? Já, ég er búinn að skoða hana og mér finnst hún frekar hörð, sérstaklega í startinu. Þannig að ég ætla að hafa svolítið hart í dekkjunum núna, alla til að byrja með. Og hérna, á öðru leyti er hún bara mjög góð hérna og langur og góður bremsukafli. Á hvaða tíma stefnirðu og hvaða tíma áttu best? Já, best 3:41, það var gert á Akureyri. Og ég stefni á svona 3:30 í dag. Vonandi það dugir bara. Já. Alltaf góður! Hvað segirðu Stjáni? Hvað er í gangi? Bara endalaus brekka. Það er svoleiðis. Hvað er í gangi? Það er svona bara sitt lítið að hverju sko. Alls konar vandræði. Sérstaklega aðalvandræðin er náttúrulega að við fáum ekkert trakk sko. Bara þegar maður er kominn greinilega með fullt af poweri þá liftist hann bara upp á aftan, fer ekki af stað. Þannig að ég fjárfesti nú í þessu nýju dekkjum í fyrra en þau eru bara eins og slikkar á þessum. Það er ekkert að gerast. Eru þau mjög mismunandi dekkin eftir í hvernig jarðvegurinn er? Já, þau eru það en það er greinilega klárlega í þessu. Ef stórt er gott þá er stærra betra sko. Og er það þá, stendur það til bóta hjá þau þá?
Ég hafi verið að gera eitthvað, það er ekki hægt að hafa fullt af power og verður svo hálfviti hérna spólandi bara. Komast ekkert áfram. Hvaða tíma varstu að fara? Það er örugglega svo umulti, ég vil ekki eins og gá að því, sko. Það er bara svoleiðis. Grétar Franksson, sigurvegari, til hamingju. Já, takk fyrir það. Ertu ekki ánægð með þetta? Jó, mjög, þetta var erfitt í dag. Hörð barátta? Hörð barátta við Magga. Munurinn á ykkur og Magga, hver er munurinn? Hann er nú ekki mikill. Hann er reyndar að spruta nitrógasi nú og er ansi skæður. Stór dekk og gott grip hjá honum og léttur. Og hann tók mig fyrstu ferðina, sko. Já. Þannig að trakkið var issue í dag, eða? Trakkið var mikið issue, já. Og svo náttúrulega gamla góða viðbragðið, hafa það í lagi. Já. Er oft eins og með dekkinu þér, eru þau eitthvað frábröðin öðru dekkjum hérna í dag? Já, þau eru svolítið stífari þessi dekk sem ég er með. Já. Það er hérna svona stífari skóflur og stingast betur onni að það er svona hart. Ég hef kannski farið langt á því í dag. Já. Þegar þú ert á ljósunum og allt í grenjandi botni, hvað fer í gegnum hausinn á þér? Ertu ekkert smeykur eða? Nei, maður er vanur því. Fyrst, jú. Já. Ekki núna. Maður er alltaf hræddur mótorinn og svona, sko. Já, já. Og svo verður maður að einbeita sér svolítið vel á ljósunum. Já, já. Og það er síðasta gula ljósi, hvenær áttu að sleppa. Já. Og við erum veltast þarna við já, við skulum segja 0 til 1500, þar viljum við vera. 500 er mjög gott viðbragð. En Maggi tók undir 1.000 móti mér frá þjóðstartið þegar hann vann mig. Og ég átti lélegt start, 0.24. Og hann vinnur ferðina á 700. Þannig að startið er alveg gríðalegt atriði í þessu sporti? Já, fyrstu 2 bílirnar er alveg gríðalega mikið væg. Hvaða tíma varstu að vera í dag? Ertu ánægð með þann tíma? Já, ég er það nú. Ég náði 3.49 best. Okay. Svo 3.52 tvisvar. Svo dalaði tími 3.57. Svona brautin svona að minna grip. Hvað er planið á þau núna? Eru fleiri keppnir eftir það? Já, það er líklega tvöföld keppni á Akureyri ég held að það sé í 12. september eða eitthvað nálægt því. Klára þetta og sigra? Já, helst. Já, ekki. Það er ekkert að gefa eftir. Herri, við bara þökkum kærlega fyrir daginn og aftur enn til hamingju. Já, takk fyrir það. Bibi, þetta var flott, til hamingju. Já, takk. Ertu ekki ánægð með þetta? Jú, drengur. Þetta er geðveikt. Allt gekk upp núna, síðustu ferðinni? Já. Það gat verið betra, en það var nóg til að vinna. Hvaða tíma varstu að taka? Ég veit ekki hvað þetta voru senasta rönni, en ég er búinn að fara 3.68. Já. Sem metið var 3.91 sinni hitti fyrra. Ef þú segir okkur bara örlítið sleðan, hvað er þetta eiginlega? Þetta er náttúrulega ekki neitt, sko. Þetta er Yamaha body. Þetta er byggt á Yamaha Motorola motorblokkin. Þetta sér styrt og svo er bara allt sérsmíðað inn í þetta. Og svo er þetta bara Chromo líka reynd og Proline búki og barnaskíði og barnahræðslega. Já, stór turbína. Hvað myndirðu segja hann verið hestafluppinsliði? Hann er 740 þegar við erum búin að gera hann alveg eins og við viljum hafa hann. Hvað er hann í dag? 600 hestafl. Já, svona 600 höf. Er það nóg eða? Nei. Keyrir þetta á einhverju venjulegu eldsneyti eða? Nei, þetta er á VAF-P Import 125 oktana plus súrefnisbætt. Má ekki standa á og ekki neitt, alls konar system. Og fær maður það í Shell eða? Nei, við fluttum sjálfur inn 500 lítra. Kannski fær það í mótu núna, það getur kannski fluttað inn fyrir þeir eru konum umboðið. Já, ok. Hvað er þetta að kosta líturinn á þessu? 2500 kall, við erum svona 4-5 lítra í rönnið. Hitt hann og keyra hann. Hvað ertu þá búin að eyða í þetta í dag eiginlega? Það er drullið saman. Pabbi borgar? Já, pabbi borgar maður. Talaði hann. Hann þarf að banda meira bensin eftir helgi. Ef þú segir mér aðeins meira frá þessu sleða, hann er smíðaður úti eða ekki og var keppt á hann úti eitthvað? Já, við sem látum smíða hann úti 2010. Og OSB sem smíða hann, keppa á hann á fyrsta keppnisárið. Og svo förum við á Heideis 2011 og ég keppa á hann þar. Var held ég í 4. sæti. En sleðin á heimsmeti ennþá sem 2010 sem er núna ótrúlegt. Sem er á 150 metrum
374 held ég á 241 held ég að verið. Var þeim alveg, þú veist, treystu þér alveg fyrir sleðan og þeir voru þetta fyrst á hann? Nei, við vorum hálf smekið við þetta. Setja bara einhver Íslendinga að trúða á þetta, sko. Þeir hann var alltaf að spyrja hvort við vildum meira og meira afl í hann. Þeir stillaði í tölvunni. Ég báði þeim svo bara allt afl í lokin.